Góðan daginn. Já, ég ætla að fara aðeins yfir samfélagsmiðluna og hvernig við notum innanetin til þess að mynda stefnur og aðstofa með virknina á samfélagsmiðluna og virkja alla starfsmenn í rauninni til þess að breiða boðskapnum. Það má í rauninni segja að allir starfsmenn eru markaðsmenn fyrirtækisins, sumir bara meira en aðrir. Þeir sem eru beinum samskiptum við viðskiptavinni og þeir sem eru að hanna og þróa vöruna og allir þar á milli hafa óbeint eða beint áhrif á upplifun notandans eða viðskiptavinarins. Og eins og staðan er í dag, þá eru allar líkur á að fólk sé að tala fyrirtækið þitt á netinu. Og það má vissulega segja að það sem fólk segir á netinu fyrirtækið þitt hafi áhrif á ímynd og upplifun í kringum fyrirtæki eða vörumerkið. Dæmi, viðskiptavinur sem var ekki alveg sáttur, hann fór á veitingastað og fekk matarleiturinn og setti inn komment á vegg viðkomandi á Facebook. Og í staðinn fyrir að afsaka það eða reyna að bæta úr því þá virðist veitingastaðurinn eða allan starfsmann sem var að tala í nafni veitingastaðins hálfpartinn bara að gera grín að viðkomandi. Hann sagði, farðu bara að blogga þetta. Og það var margir sem sáu þetta. Og fleiri sem bættu við kommentum, ég ætla aldrei aftur á hann á veitingastað. Þannig að þetta var svona áhugaverður vinkill. Annað dæmi, þarna er viðskiptavinur sem ekki alveg sáttur með orðavalið á Facebook-auglýsingu sem hann sá. Svona slettur sem hann greinilega mikið áhugaverð mál fyrir hann. Og hann er greinilega mjög reiður. Hann kallar á lufsurnar ykkar og í staðinn fyrir að fyrirtæki reyna að róa niður eitthvað, afsaka þetta eitthvað, við ætlum að gera betur næst, þá bara segir kóttu bara. Viðskiptavinurinn segir að það var réttara að slá okkur með blautur tusku og svo sem talar í nafni fyrirtækisins segir bara kóttu, ég býð spenntur. Og viðskiptavinurinn er á rauninni bara hneykslaður. Að þetta fyrirtæki þreysti þessum aðila til að tala og þetta er mjög þekkt og stórt fyrirtæki og þetta, ég fann þessi tvö dæmi á Flickr Live síðan þar sem margir sá þetta en á Flickr Live þá er ekki búið að hylja nöfnin á fyrirtækjunum. Þannig að spurning hvað áhrif þetta hefur á ímyndina. Þannig að til að forða að svona gerist þá er mjög sniðugt að vera með samfélagsmiðlastefnu. Ákveða svona tón og karakter, hvernig persóna viljið þið vera út af við á samfélagsmiðlunum og það er annars vegar samfélagsmiðlastefnur fyrir þá sem skrifa í nafni fyrirtækisins sem að skrifa á hérna ýmsu síður sem eru á vegum fyrirtækisins og síðan bara alla starfsmenn fyrirtækisins sem eru náttúrulega með sín eigin prófíla og eru að tjá sig og það er gott að ákveða samfélagan tón þannig að allir séu á sömu blaðsíðu og kannski viljið ákveða að vera vingjarnleg og kurteis, jákvæð og fyndin eða eitthvað allt annað. Kannski hentar það ykkar vörumerki eða ykkar markhóp. Og síðan er mjög sniðugt að nota einmitt innanendin, birta kannski fyrstu drög að þessari samfélagsmiðlastefnu á innanendinu og fá athugasemdir frá bara öllum starfsmönnum. Það vonandi sem flesti starfsmenn sem hafa eitthvað skoðanir á þessu, fá tillögur og vinna þetta með starfsmönnum svo líka að þeim finnst þeir eiga hlut í þessu og þá eru kannski líklegri til þess að fylgja þessu. Og hérna er svolítið gott dæmi. Þetta er O2, fjarskiptafyrirtæki í Bretlandi. Þeir fengu skilaboð á Twitter, eitthvað viðskiptavinur, eitthvað vandræðum og skilaboðin er stútfull af slangri. Og það sem O2 gerir er að svara í sömu mynd, nota nákvæmlega sama orðaforða, nota sama slangur til að fara á nákvæmlega sama level og þessi viðskiptavinur. Og það kemur vissulega mjög skemmtilega óvart. Honum bregðurinn að þeir bara kunni hittast það slangri. Þannig að þetta var bara svona neikvæð upplifun sem var svona jákvæð. Þannig að allar líkur á O2 sem mjög góða samfélagsmiðlastefnu og mjög góða leiðbeiningar fyrir teymið sem sér síðuna þeirra. Og þetta er bara eitt af mörgum dæmum frá O2. Þeir nota reglulega húmor í sínum svörum. Núna fyrir stuttu þá
var símanetið niðri í halvan dag og svo, það var allt brjálað og kölluðum mörgum illum orðum og þeir svöruðu bara með smá húmor og það vakti mikla athygli. Fólk að fjalla um þetta á alls konar vefmiðlum um allan heim og það náttúrulega bara góð ímynd fyrir O2. Annað dæmi, fyrirtæki getur líka haft samskipti sín á milli. Hérna dæmi frá Oreo, þeir settu spurning á Twitter hver hefur smiklað Oreo keksi inn í bíó og AMC kvikmyndahúsin sem greinilega að fylgjast með eru fljót að svara, þetta eru 7 mínútur á milli, segir bara not cool cookie, af því það í þeirra stefnu að maður má ekki koma utan að koma í mat inn í kvikmyndahúsin. En þetta ekki búið, en þið takið kannski eftir tæplega 2000 retweets og 830 favorites á þetta svar, þannig að þetta vakti greinilega mikla athygli, mikla lukku. Þetta stutta svar, 3 orð, 7 mínútur. En Oreo hélt bara áfram, skaut bara á tilbaka. Don't hate the player, hate the game. Og AMC svarar, game on. Og þetta sem sagt gaurinn sem sér Twitter síðu AMC með Oreo keks á augunum sem að I'm watching you. Þannig að þetta mjög gott dæmi svona hvað þetta að gera gott á samfélagsmiðlum ef maður leggur línunar og líka til þess að svona gerist þá nauðsynlegt að veita þessum aðilum sjáum síðan frelsi og traust eins og að sem 7 mínútur á það milli þeir eru greinilega ekki að senda e-mail á forstjórann til að biðja leyfi megum við segja þetta. Það bara þeim veitt þetta traust að standa sig og líklega fylgja einhverjum ákveðnum leiðbeiningum og stefnum. Og síðan til að gefa ykkur hugmyndir og innblástur hvað á að vera í samfélagsmiðlastefnum, þá með nokkuð dæmi. Hérna frá Department of Justice í Viktorafylki í Ástralíu. Þeir voru með stutt kynningamyndband sem mjög sniðuleg til að miðla þessum upplýsingum. Að vera bara með stutt kynningamyndband sem segir af hverju þurfum við samfélagsmiðlastefnu og af hverju mikilvæg og helstu punktana í henni. Og þetta eitt skjáskút úr henni. Ekki vera að leka upplýsingum. Og þetta minnir mig á lögregluna á höfuðborgarsvæðinu sem standa sig mjög vel. Þeir nota reglulega húmor í sínum svörum og það vekur alltaf lukku. Og það bara ótrúlegt hvað þeir eru búin að breyta ímyndan á lögreglunni á stundum tíma í rauninni. En annan dæmi frá Mailchimp, þeir eru með síðan að voiceandtone.com. Það sem þeir birta bara alls konar dæmi mismunandi tilvik og atvik og síður fyrir þá starfsmenn sem að skrifa í nafni Mailchimp. Og þeir eru alltaf með dæmi ok, þetta síðan og þetta notan að hugsa og þá veit viðkomandi fyrir hverju að skrifa og hvernig best að nálgast þá, að tala við þá. Og þarna í þessu tilviki þá þeir að tala við markaðssérfræðinga sem eru uppteknir og þá eru ráðlíkingar get to the point, stutt og hnitmuð svör og skilabóð. Hérna brot úr samfélagsmiðlastefnu TM Software. Þetta fyrir þá sem skrifa í nafni TM Software. Þá við erum jákvæð, aldrei neikvæð og svo við erum óhrædd við að viðurkenna mistök og reynum að leiða þetta eins fljótt og hægt Þetta á við þá bara alla starfsmenn TM Software. Í augum viðskiptavina og almennings starfsfólk TM Software fulltrúa fyrirtækisins, hvar sem þeir koma fram og svo ekki pósta athugasemdum á samfélagsmiðla sem myndir ekki segja auglýði til auglýðs við samstarfsfólk, viðskiptavini, samstarfsaðila, samkeppnisaðila eða ömmuðina. Sem eru mjög góða punktar að hafa í huga þegar maður að setja eitthvað á netið. Og síðan góð hugmynd til þess að nýta innanendið og samfélagsmiðlana að virkja starfsmennina þegar eru fréttir, góðar að slæmar, sérstaklega kannski það eru góðar fréttir að setja á innanendið. Náttúrulega upplætt að nota innanendið fyrir betra upplýsingaflæði og tilkenna starfsmennum hvað í gangi og síðan kannski nota tækifæri og benda á eitthvað síður að fréttir að bloggfærslur sem fólk eða starfsfólk má endilega deila til að breiða boðskapnum. Þá getur virt alla starfsmennina sem litla markaðsmenn. Þannig að punkturinn að hafa sameiginlega rödd, hafa consistency sem hjálpar með branding, þessi samræmi að ef það búið að leggja stefnuna að vera fyndin þá búast viðskiptavinir því og það kemur ekki óvart ef
fyrirtækið með hnittin svör á samfélagsmiðlum og það ætti að bæta upplifunina hjá viðskiptunum sem síðan ætti vonandi að verða að auknum vexti hjá fyrirtækinu. Þá vil ég spurninga frá ykkur. Halla? Starfsmenn TM Software. Já. Tala í ykkar nafni Já. á samfélagsmiðlum þótt þeir séu kannski á sínum eigin prófíl eða þú veist. Já. Þú ert að segja það, er það ekki? Nei, fyrsta dæmi var fyrir þá sem að tala á official síðum. Á official síðum? Já. Okay. Í nafni TM Software alveg bara, það kemur frá TM Software, ekki Hannes hjá TM Software. Nei, ok. Þannig að er einhver stefna hjá ykkur fyrir starfsmenn, til dæmis bara á Facebookinu sínu? Já, það var seinna dæmið. Það var þetta. Þetta þá bara fyrir almennt, fyrir alla starfsmenn sem eru á sína eigin persónulegum prófílum. Og ég bara velta fyrir mig, hvaðan svo ákvörðin kemur, er þeir sem sagt í rauninni að limita hvað fólk, frelsi fólks í sínum... Þetta náttúrulega bara leiðbeiningar. Þetta ekki alveg harðar reglur beint. Þetta meira svona guidelines. Bara velta þessu fyrir mér, það er svolítið stór spurning einmitt í þessu, því maður vill að fólk sé það sjálft og opið. Já. Sumir eru með mjög einfalda samfélagsmiðlastefnu, don't be stupid. Það bara ein lína. Það virkar kannski í mörgum tilfellum. Nota bara svona common sense. En já, kannski eitthvað sem við að spá í hvar maður að byrja. Þá runum bara upplætt að googla social media policy og sjá alls konar dæmi. Það fullt af dæmum. Til dæmis á síðu 1 á Google þá IBM guidelines. Þá þetta að lesa hvernig þeir eru með þetta hjá sér. Síðan getið líka bara sendt mér post á hannes@tmsoftware.is. Þá bara getið sendt ykkur samfélagsmiðlastefnu TM-Software. En annars þá bara hvet ég ykkur til að skoða samfélagsmiðlastefnur hjá öðrum, fá hugmyndir, setja fyrstu drög að samfélagsmiðlastefnu á innanendið og vinna þetta með starfsmönnum, fá athugasemdir og tillögur og móta þetta svona eina heild sem allir eiga part af. Gangi ykkur vel. Þakka Hannesi kærlega fyrir og ég ætla að þakka ykkur sem áhlýtuð einnig og fyrir þolinmæðina, frábæri fyrirlesarar hérna í dag og við vonum að efni hafi verið hugvekjandi og gagnlegt. Ef það er eitthvað sem við getum aðstofað ykkur með hjá nýherri Applikona eða TM-Software þá er auðvelt að finna okkur og við lofum því að ef þið tweetið á okkur eða eitthvað svoleiðis þá fáið þið ekki svörin sem voru í upphafi kynningarinnar hjá Hannesi. Það er í möppunum ykkar spjald með QR-kóða sem þið getið skannað inn fyrir ráðstefnumat og annað slíkt, frekar upplýsingar kynningar og þið gætu jafnvel unnið glæsilegan vinning ef að þið skráið ykkur þar inn og svo vil ég bara minna á það að við verðum með létta samkomu á eftir á Austur þar sem við ætlum að hita upp fyrir Eurovision og við bjóðum ykkur öllum þangað að koma og gera ykkur að minnst út í glaða stund. Takk kærlega fyrir í dag og segi fundsliti. Takk.